Öðru sinni gekk Jesús í samkunduhús. Þar var maður með vistna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæra hann. Og Jesús segir við manninn með vistnu höndina: Stattu upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá: Hvort heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og Jesús leit á þá með reiðisvip hvern á eftir öðrum, sárhryggur yfir harðúð hjarna þeirra, og sagði við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu farísearnir út og tóku þegar með Heródesar sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þið gætu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galíleu og úr Júdeu. Frá Jerúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jesús bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldinn þrengdi eigi að honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. Og hvenær sem menn sem haldnir voru óhreinum öndum sá hann, féllu þeir fram fyrir honum og æptu upp: Þú ert sonur Guðs. En Jesús lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Síðan fór Jesús til fjalls og kallaði til sín þá hann sjálfur kaus, og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 skyldu vera með honum og hann gæti sent út að predika og gefið þeim vald til að reka út illa anda. Jesús skipaði þá 12. Símon, hann gaf nafnið Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Bóanerges, sem þýðir þrumusynir, og Andrés, Filippus og Bartólómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Ískariot, þannig sveik hann. Þegar Jesús kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Belzebúl í honum. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundurþykkt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundurþykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risinn gegn sjálfum sér og orðinn sér sundurþykkur, fær hann eigi staðist. Þá út hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigum hans nema hann bindi áður hinn sterka. Þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður mannanna börnum fyrirgefið. Allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þau kunna að lastmæla,
En sá sem lastmælir gegn heilugum anda fær eigi fyrirgefningu aldur. Hann sekur eilífa synd. En þeir höfðu sagt, óhreinn andi í honum. Nú koma móðir Jesú og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Jesú svarar þeim, hver móðir mín og bræður? Og hann leit á þau í kringum hann sátu og segir, hér móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja Guðs, sá bróðir minn, systir og móðir.